Góða kvöldið öll sömul, verið hjartalega velkomin. Og mér langar bara að minna sérstaklega á það ef að ykkur vantar biblíu, þá eru biblíur hérna aftast ef að maður vilja fylgjast með þegar við lesum saman eða lærum saman í biblíunni. Ég ætla ekkert að verja mörgum orðum í að kynna hann John Harry því þekkið hann orðið nokkuð vel og ég vil ekki taka frá tímanum hans, þannig að við skulum lúta höfði í bæn áður en við syngjum þema sálminn okkar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir allar þínar blessanir sem þú hefur gefið okkur. Við þökkum þér fyrir það að við gátum komið hér saman í kvöld og hlýtt á boðskap úr þínu orði. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Biðjum þig að útdeila þínum heilaga anda yfir okkur sem eru hér saman komin, yfir þá sem kunna vera á leiðinni, sem ekki komust, eða þeir sem eru að fylgjast með á netinu. Kæri Faðir, við biðjum þig einnig að blessa og vera með hann John Harry þegar hann tala til okkar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja þema sálminn, gefðu gætur að Jesú. Þá ætlum ég að gefa John Harry orðið. Og Vigdís ætlar því að frökkur. Good evening, everyone. Góðan daginn, eða góða kvöldi, réttur að segja. I'm about to say happy Sabbath, but the sun is still high up. Ég næstu búin að segja gleðilegan hvíldardag, en sólin ennþá ekki sest. It's good to see you, each and every one of you once again. Gott að sjá okkur öll hér aftur. Thank you for gracing us with your presence. Og takk fyrir að heyra okkur með viðveru ykkar hér. And again, it's a privilege to spend this evening with you. Það mikil forréttindi að fá að vera hér með ykkur í There's a kvöld. place in Iceland I'd rather be to spend this evening, it is with you. Ef það einhver stað sem ég myndi vera á Íslandi núna, þá það með ykkur. Iceland is full of volcanoes, yes. Það fullt af eldfjöllum hér, It's full of lava, yes. mikið af hrauni, But I do believe it's also full of warm-hearted people. en líka mikið af fólki með hlýtt hjarta. And we just want to thank and praise God again that we can be together this evening. Við skulum lofa Guð We can be together again this evening. og biðja og þakka fyrir það að við getum verið hér All saman. right, we are on our 11th topic, Nú erum við á 11. efnin okkar. switching to high gear now. Nú skulum við fara í háagýri. And we have only until not this Saturday, but next Saturday, Og the 13th nú erum bara of með September. fyrirlestrana fram á næsta hvíldardag, það að segja 13. september. The day is going faster and faster. Tíminn að líða mjög hratt. And again, we are going to miss you when we're gone. Og við höfum líka eftir að sakna ykkar. But I do hope that such program will continue here. En vonandi höldum við áfram með einhvers konar prógram hér.
because there is a need for Iceland to hear this message. Því það þörf á Íslandi að fá að heyra þennan boðskap. It is our only hope for the times in which we live in. Það okkar eina von fyrir þá tíma sem við búum á í dag. Without further ado, we're going to dive into our topic this evening. Og nú skulum við fara í efni kvöldsins. Spiritual dementia and the forgotten special day. Andleg glöp og gleymdur sérstakur dagur. Let us bow our head for a word of prayer. Við skulum biðja saman. Mighty God and everlasting Father, Kæri Faðir á himnum, again, it is a joy and a privilege to come before your throne. það mikil forréttindi og mikil gleði að fá að koma fram fyrir þig. Thank you for bringing this wonderful, lovely people here this evening. Ég þakka þig fyrir að hafa leitt allt þetta góða fólk hingað. Thank you for the time that you have set aside for us to be with you. Þakka þig fyrir tíman sem að þú hefur gefið okkur As svo we, við megum vera hér. as we study your word tonight. Meðan við rannsökum þitt orð. Again, oh Father, if there be anything within our hearts, mind, midst, and life Ef það eitthvað sem að í okkar hjörtum eða hugum eða lífi that hinders your spirit to fall upon us, sem kemur í veg fyrir að andi þín geti komið inn í okkur to receive your word, svo að við getum tekið við þínu orði. remove it, for we cannot remove it ourselves. Vilt þú taka það frá okkur þegar við getum ekki tekið það frá Cleanse us, oh God. Hreinsaðu okkur, Guð. Speak to us. Talaðu til okkar. May you alone be heard. Megi að vera aðeins þú sem May you heyrist alone be seen. og að við sjáum aðeins And þig. fulfill that promise. Viltu uppfylla lofa When þig Christ is lifted, að þegar að Kristi will lyftir draw all men unto him. þá mun hann draga alla menn til sín. This is the only reason why I am here. Og þetta eina ástæðan fyrir því að ég hér. And I thank you for hearing this prayer, Ég þakka þér fyrir að heyra þessa bæn because I ask it in Jesus. því ég bið í nafni Jesú. Amen. Amen. So, why be interested in the brain? Af hverju hafa áhuga á heilanum? We're told in the testimonies that to deal with the mind is the most nicest work man can ever engage in. Okkur sagt í anda spátóskáunar að það að eiga við huga fólks það besta sem að menn geta nokkuð tíma gert. We should study the influence of the mind upon the body and the body upon the mind and by the laws by which they are governed. Við ættum að rannsaka hver áhrif hugarans á líkamann og hvernig líkaminn hefur áhuga á hugan og hvernig lögmál náttúrunnar stýrir þessu. The voice behind the ear of every sitting prime minister of Malaysia. The voice behind the ear Já, orð bak við heyrn of every sitting prime minister hvers og eins forsætisráðherra of Malaysia in the last 20 years í Malasíu undanfarið 20 ár says this. segir þetta. The brain makes us what we are and who we are, Heilinn gerir okkur hvað við erum og hver við erum defining our individuality and common humanity. og skilgreinir okkar hver við erum sem einstaklingar og hvernig við erum sameiginleg sem mannkyn. Milton Lam is not even a Christian. Og þessi Milton Lam ekki einu sinni kristinn. And what he's simply saying is this. Og það sem hann raun að segja Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Og þá ef við förum í orðskviðina 23:7, þar stendur því að hann, For as he thinketh in his heart, so is he. Já, eins og maðurinn hugsar í hjarta sínum, svo hann. En þetta ekki alveg sama hérna. So we're going to talk briefly about Alzheimer's disease and dementia this Ætlum evening. aðeins að nefna elliglöp og Alzheimer's sjúkdóminn. It's a progressive disease that destroys memory and other mental function. Og þessi sjúkdómur eyðileggur minni og aðra svona virkni í heilanum. The brain cell connections in Alzheimer's disease Og heilacellu tengingin í Alzheimer's sjúkdómnum, degenerate and die. það hrörna og deyja. And that is the reason why there is a loss of memory and mental function. Og þess vegna fólk að missa minni og heilin virkar ekki eins og áður. So Alzheimer's disease is a type of dementia. Þannig að, Alzheimer
í rauninni heilabilun It affects memory, thinking, and behavior. og það hefur áhrif á minni og hugsun og hvernig maður hagar sér. So it is the most common cause of dementia. Og þetta það sem orsakar meira en nokkuð annað heilabilun. About 60 to 80% of the Frá cases. 60 til 80% af tilfellunum. So what happens in dementia is there's a general decline Og það sem að gerist of mental health. í heilabilun að þá þessi andlega heilsa, henni rakar mjög Dementia is described as a group of symptoms. og þessu lýst sem hóp einkenna, The memory, the reasoning, minnið and og thinking geta hugsa og hafa skills decline. rökhyggjan og allt þetta það fer rakandi. So it says here, dementia is not a normal part of aging. Og heilabilun ekki eðlilegur hluti af því að eldast. It is specifically caused by damage to cells. Þetta, það eitthvað sem að valda skemmdum á heilasellum And the way they communicate. og hvernig heilasellurnar eiga í samskiptum við hvora And aðra. that's how they affect thoughts, emotions, behavior, and feelings. Og þetta hefur áhuga á hugsun, hegðun, tilfinningar og já, tilfinningar. So notice what increases the risk of dementia. Hvað það sem að eigur á líkurnar á því að maður fái heilabilun? TBI, this is a traumatic brain injury. Maður getur orðið fyrir einhvers konar skaða á heilanum. Midlife obesity and hypertension. Ef að fólk verður of feitt miðjan aldur, verður fyrir offitu miðjum aldri eða háu blóðþrýstingi. Smoking, Það reykja, diabetes. sykursýki. But interestingly, they also cross over to some of the mental dysfunctions that we have today, that is depression and sleep disturbances. Og þetta kemur inn á til dæmis það ef fólk hefur sögu þunglyndi eða erfiðleika með svefn. There is unclear evidence for that according to the literature. Það mjög skýr, það bara, ég veit ekki hvernig að segja það. But recent advances studies today, Já, sko, in the last year, I don't know how to say what you Recent? said before, the thing that you said before. which one? Which did I say before? Sorry. Before that. Það ekki alveg búið að tengja það, en nýjustu rannsóknir, hann hélt áfram að segja nýjustu rannsóknir að tengja það. Yeah, it had not been connected with that, but the newest science is showing that. So that remains a controversy. En Let me clear það that. ennþá verið að deila þetta. Until recently, Þar til bara undir það síðasta. that data are being published now, Nú hefur verið að sína at niðurstöður least submitted, because I received the review to review the paper, og ég fekk þetta í hendurna til þess að fara yfir þetta. that suggests that indeed depression and sleep disturbances are implicated. Og það sýnir fram á að það hefur líka eitthvað með þunglyndi og svefntruflanir að gera. Interestingly, Og það áhugavert. dementia is decreased in the risk when there is studying going on, when we continue to study and learn more things. Og það minnka líkurnar á að fái heilabilun þegar maður alltaf að reyna að læra eitthvað nýtt. When you go and enjoy the mountains Þegar maður fer upp í by fjöllin physical exercise og and activity, reynir eitthvað á líkamann, hiking, walking, jogging. fara í göngu, fjallgöngu eða hlaupa. Interestingly, there's also the Mediterranean diet, Mataræðið sem er tengt við Miðjarðarhafið decreasing the risk of dementia. Cognitive training, og það að þjálfa hugan. that is practicing your mind to think Það að þjálfa hugan í að certain hugsa things. vissa hluti. And there are also some suggestions that Sumir leggja til að vilja meina social engagement að það að eiga í góðum samskiptum við fólk, eða reduces the risk. góð félagsleg samskipti lækka líkurnar. Notice, these are the evidence of risk factors for Alzheimer's disease, Og hér það sem hefur áhrif á að fólk similar to what you have shown earlier. fái Alzheimer, Now, svipað það sem við vorum að tala um áðan. family history plays an important role.
Og svo fjölskyldusagan, hún spilar þarna Age plays an important role, og líka aldur and also lifestyle plays an important role. og lífstíll. Now, 2016 study have shown Rannsóknir gerðar 2016 sína the causative genes involved in high, medium, and low risk Alzheimer's disease. að genin hafa eitthvað með þetta að gera, að hafa áhrif á bæði mikla eða miðlungs eða litla líkur á að fá þetta. And I say that simply because the genes indeed today becomes more and more important. Genin að koma verða mjög mikilvægur þáttur. Now it says here Alzheimer's disease and its progression. Alzheimer's disease and its progression. Já, Alzheimer's sjúkdómurinn og hvernig hann framþróast. Now look what it says here. Sjáu hvað stendur hérna. Though there is an increased risk in age, Þó svo það sé aukna líkur eftir því sem að fólk eldist, again, it is not part of aging. að þá hefur þetta samt ekki með aldur að gera. And though most people with Alzheimer's are 65 and older, Þó svo fólk fái Alzheimer eftir 65 ára eða eldri, there are at least in North America 200,000 under 65 younger have an onset of Alzheimer's disease. þá eru þó 200.000 í Norður-Ameríku undir 65 sem eru byrjuð með Alzheimer So in sjúkdóm. the recent years, more and more younger generations Þannig að nú undanfarin ár hefur yngra fólk verið að fá þetta, are showing onsets of Alzheimer's disease. er að sína byrjunareinkenni. That's again a cause for concern and debate. Þetta er eitthvað sem að þarf að hafa áhyggjur af. You see here the symptoms. Hér sjáum við einkennin. There's confusion with time and location, Fólk ringlað varandi tíma og staðsetningu difficulty completing familiar task, og erfitt að eiga við bara venjuleg svona verkefni. Difficulty in solving problems that they usually enjoy and are capable of. Erfitt að leysa vandamál sem að var áður mjög auðvelt og fólk hafi gaman af. There's also withdrawal from social activities. Og fólk einangra sig frá félagsskap There's also trouble with images and space. og erfitt að eiga við bæði svona speilmyndir og líka bara svona To a point that eventually they cannot recognize themselves behind the mirror. fjarlægðir, There's poor judgment mjög slæm dómgreind, and also unable to recognize certain emotions. kannast ekki við almennlega tilfinningar, The misplacing items like keys, phones, and glasses. tínandi hlutum eins og lyklum og glerugum og símum Memory loss og minnisleysi and difficulty with words. og erfitt að finna orð. So now, this is the normal brain Hér sjáum við heilbrigðan heila versus the brain of Alzheimer's. og hér sjáum við heila hjá einstaklingi sem að Notice þjáist that af there is a Alzheimer. severe shrinkage Sjáum við hvernig heilin hefur in the minnkað, Alzheimer brain. skroppi saman There's a severe shrinkage and severe enlargement of the ventricles. og það hefur stækkað þessi hólf þarna. And this is abnormal shrinkage and enlargement. Já, þetta er bæði að skreppa saman og svo heilarinn að stækka saman og svo eru þessi hólf að stækka. I mean, it's normal to shrink a little bit. Það er alveg eðlilegt að skreppi smá saman. That's what your brain does when you sleep. Það er það sem heilin gerir þegar við sofum. It shrinks a little bit because what it does, it flushes the cerebrospinal fluid. Það er það sem að gera á nætuna, hann losar sig við þennan As we mænuvökva, dealt with on the first night, eins og við töluðum fyrsta kvöldið. it's normal to have that slight shrinkage Það er eðlilegt að skreppi aðeins saman. because that time when we're sleeping, the brain is vacuuming, it's cleaning, it's doing the house cleaning Og það er þegar við sofum þá er heilin að hreinsa til hjá to sér. remove all the harmful toxins, anything that remained in the brain. Og þá er þeir að hreinsa út öll eiturefni og annað sem að það þarf að losa sig við. But this is a process that remains consistent. It does not expand again. En þetta er eitthvað sem er að gera stöðugt og lagfærist ekki og fer ekki tilbaka aftur. Now, when we look at the processes during in a healthy brain versus a
an Alzheimer's brain, ef við að sjá hvernig virknin í heilbrigðum heila og heila hjá Alzheimer's fólki, this is the normal healthy neuron. hér heilbrigð heilasella And what you find in Alzheimer's disease is you have a beta amyloid plaque deposit on the neurons. Já, þarna eitthvað sem að fer á taugafrumuna. Now that's again a young and healthy. Þarna hún alveg heilbrigð And here you have the aging diseased. og hér sjáum við hún Neuron. honum, eins og gömul og sjúk. And you see there's an activated microphage, Og þarna eitthvað sem heitir microphage or sem there's an að activation of that þegar það virkjað activated microglia. og líka virk mikroglía. That usually is a consequence of increase of inflammatory signals and markers. Og það þýðir það að það eitthvað bólga í gangi, So sign of some kind of inflammation. þýðir það eitthvað bólga. It now generates what we call reactive oxygen species. Þetta veldur, I don't know what that is. Ross, reactive species. It basically causes oxidative damage. Já, þetta skemmir, þetta svona eins og oxun í gangi. So Það oxidative stress or this kind of stimulus signal Og þetta, það sem að gefa til kynna is a normal process. alveg eðlilegur. You need a little bit of oxidative stress to activate the brain. Maður þarf þetta til þess að virkja heilan, þetta alveg But when eðlilegt. it reaches in excess, that becomes unhealthy. En þegar það verður of mikið, þá þetta óholt. It's like you and me. Þetta bara eins og við. We will not move until we have some sort of stress. Við munum ekki treyfa okkur nefnum við höfum einhverja streitu. Somebody, you have young people here. Hér ungt fólk. Your mom tells you, sweetheart, wash the dishes. Mamma segir, vaskaðu upp. Our response is, okay, mom, do it later. Og við svörum, já, alltaf mamma, við gerum það Then seinna. mom says, Það if sem. you don't, Og mamma segir, ef þið gera það ekki, there's going to be an added stimulus to get you to move. að þá kemur þarna eitthvað til þess að hvetja ykkur Without áfram. that stimulus, Og ef þið hafið ekki whatever you're asked to do is delayed. ef þið hafið ekki til að Yes or no? ef þið hafið ekki til þess að virka ykkur, þá Sometimes it comes with deadlines. You know, Yeah. you get assignment deadline, essay deadlines ef að þið at náið, school. ef þið hafið ekki til þess að virka ykkur, þá farið ekkert af stað. Þetta eins og þeir eru að skila ritgerð og þið hafið alveg síðasta dagsetningu til þess að There is skila. a small percentage of people who would do the assignment after it was given. They usually wait. Það mjög lítið prósent af fólki sem að skila inn fyrir tíman. And the majority Flestir will do it 2 days before or a day before munu gera þetta bara daginn áður, the deadline. rétt áður en að So dagsetningi kemur. oxidative stress is often necessary. Þannig að þessi oxunarstreita nauðsynleg. The unhealthy part is when it accumulates. Það svo óholt þegar þetta byrjar að safnast upp. Okay, so I'm going to skip that. We can see now that oxidative stress is very much involved in Alzheimer's disease. Og þannig sjáum við að þessi oxunarstreita að valda, koma þessum stað sjúkdómi. In a wider scope, it leads to synaptic impairment, dendritic simplification, axonopathy, and therefore leads to dementia. Já, ég geti miður ekki þýtt þetta, en þetta leiðir til heilabilunar. Now, the treatment, therefore, is on the antioxidative pathway, preventing oxidation Can you is the repeat treatment. that? The treatment, Já, til þess að eiga við þetta, therefore, concentrates on oxidative pathway. þá verið að reyna að passa upp og þetta verði ekki So svona the mikið. current drug treatment available today are these. Og það verið að nota þessi lyf í dag, You have neuroprotective, þarna verið að verja Antioxidants. frumuna og þarna anti-inflammatory. It is interesting that all this öll þessi lyf
interacts with antioxidants og hafa eitthvað með andoksunarefni að gera. and therefore goes in the deactivating the microglial activation. Sorry. The population of neuron Að það sem að tauga frumurnar eru, that are highly active sem eru ofvirkar in the disease process. í þessum sjúkdómi. Lifestyle plays an important role Lífstíl hefur mikið með þetta að gera for a natural therapeutic approach. og þá þarf þetta að vera svona á náttúrulegan hátt. We have talked about it the previous nights, Við erum búin að tala um þetta undanfarið kvöld, but we are going to still talk about it the next days. en við munum líka halda áfram að tala um þetta. Sleep has a role, Svefnin hefur áhrif. diet has a role, What? diet. Já, mataræði hefur áhrif. And interestingly, in the last few weeks and even a couple of months ago, there was a paper on the role of sugar. Og það hefur líka verið gefin út rannsókn varðandi það hvernig sykur hefur áhrif á þetta. Sugar is a factor, Sykurinn hefur með þetta að gera. the causative factor for Alzheimer's disease and Það hefur dementia. áhrif á heilabilun og Alzheimer's. So as we dive into tonight's topic, Þannig að- spiritual dementia and the forgotten special day, Og nú skulum við fara yfir titil fyrirlestursins sem it appears that in the world that we live in today, það virðist vera að við sem lifum í þessum heimi í dag, there is a dementia that has flooded the world. þar er heilabilun sem hefur flætt yfir heiminn. We can see that when people worship, for example, on Sunday. Við sjáum það til dæmis þegar fólk tilbyr Guð á sunnudugum. Why do people worship or go to church on Sunday? Af hverju fer fólk í kirkju á sunnudugum og No tilbyr? offense to the Sunday keeping church. Og ég er ekki að reyna að ráðast að kirkjum Most of them are wonderful people. eða fólki sem fer í kirkju þá. But the question is, why do we worship on Sunday? En af hverju fer fólk í kirkju á sunnudugum? So that's what I'm asking. That's what I'm saying, that there seems to be a dementia Það virðist vera eins og sé einhver heilabilun in this spiritual world í þessum that andlega we heimi. live in. From God's day of worship Frá degi Guðs with the day in which the world worships today. með við það sem að heimurinn gerir í dag. So to begin that our study this evening, Þannig að þegar við erum að hefja þessa rannsókn í dag, we have seen the previous nights that God has left his fingerprint throughout the universe. við höfum séð að Guð hefur skilið eftir sín fingraför í alheiminum. From the smallest living organisms Við förum í hérna smæstu sameindir to the largest. yfir í hérna stærstu. We see that everything that exists on this planet has a purpose. Allt sem að hér hefur eitthvað tilgang Nothing exists by chance. og það ekkert sem til bara fyrir tilviljun. It's interesting because people have been saying that, well, what about the appendix? En hvað með hérna botlangan? We spyr fólk. can survive pretty well without an appendix. Yes, that is true. Við getum komist vel af án botlangans. But studies recently are suggesting that indeed appendix still plays a role. Það rétt, en það hafa rannsóknir sýnt að botlangin hefur hlutverki að gegna. It's a source of microbiome Það gefur líkamannum góðgerð that plays a role in digestion, sem hefur áhrif á meltingu minerals needed in the stomach. og sjá steinefni. And our stomach is our second brain. Og We will maginn- dive into that topic sometime this week. Og maginn okkar annar heili. And you say, does it think? Does the stomach think? Hugsar maginn? Well, it does not think. It doesn't have its own thoughts, but it affects the brain. Nei, hann hefur ekki sína eigin hugsanir en hann hefur áhrif á heilan. Have you ever been on an exam? Hafið þið farið í próf Pin silence examination room? þar sem það er mikið hljóð, eða þú veist það er allt hljóð, People are stressed, allir eru stressaðir and you will hear stomach rumbling. og þið heyrið kannski maga og heyrið svona gatnagaul. And before you know it, you have about 10 to 20 stomachs rumbling in the same room. Svo heyrið þið fullt af mögum vera með gatnagaul. Why? Because people are stressed. Af hverju? Af því fólk er stressað. And your stomach also produces neurotransmitters. Og maginn ykkar, hann framleiðir taugafrumur. Up to 70 to 80% of our defense mechanism
are generated in the stomach. 70-80% af vörnum líkamans eru framleiddar í meltingakerfinu. And that's why we're told in the spirit of prophecy, respect should be given to the stomach. Og þess vegna segir í anda spádómsgáfunnar að okkur ber að bera virðingu fyrir meltingavegunum. I will show them to you in the next nights. Ég ætla að sýna ykkur þetta síðar. And those writings have been given more than 100 years ago. Og það var skrifað fyrir meira en 100 árum síðan. And science is just catching up. Og nú eru vísindin rétt að fatta þetta. Today we call it microbiome world. Í dag köllum við þetta, ég veit ekki, örverur eða góðgerla. The spirit of prophecy calls it counsels on diet. En andi spádómsgáfunnar kallar þetta ráðleggingar mataræði. And as what I read them, it blows my mind. Alltaf þegar ég lesi þetta þá verð ég svo hissa. How I find those counsels such a gem. Hvernig ég sé þessar ráðleggingar eins og gimsteina. So, as we look into the world that we live in, Þegar við horfum á heiminn sem við búum í to the amazing outer space, og á heiminn geiminn fyrir utan, we find evidence of a creator God. að þá sjáum við að það til skapari. A God that has shaped the world. Guð sem hefur mótað heiminn. God that fashioned the world. Og Guð sem bjó til heiminn. And you wonder sometimes that we are moving in such a fast speed on this world and we don't even feel it. In this universe, and we don't even feel it. Og þessi jörð, hún á hraðferði gegnum geiminn og við finnum ekki eins og fyrir því. In a prophetic vision, John travels to the throne room of the universe. Og í sýn þá ferðast Jóhannes að hásæti alheimsins. And he hears these sounds of praise and worship. Og hann heyrir þessa tilbeiðslu. Angels singing and giving glory to God. Englar voru að syngja og lofuðu Guð. That's why it says here in Revelation 4:1, come up here and I will show you things which must take place after this. Stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. And in verse 11 it says, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Verður ert þú, drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Why is God worthy to receive glory and honor and power? Akkur Guð verður að fá dýrðina, heiðurinn og máttinn? Because you created all things, O God. Nú, af því að þú skapaðir allt, kæri Guð. And that's why all heaven sings. Og þess vegna syngur allur himinninn. Before you existed in the womb of your mother, you existed in the mind of God. Áður en að þú varst til í legi móður þinnar, þá varst þú til í huga Guðs. I love this quote. Mér finnst þetta svo falleg tilvitnun. And we even find that in the book of Jeremiah, chapter 1. Og við sjáum þetta í Jeremíu 1. kapla. Jeremiah, the Lord telling Jeremiah, before you existed, I knew you. Guð segir við Jeremíu, áður en þú varst til, þá þekkti ég þig. That already gives you that there is purpose. Þá vitum við að það eitthvað tilgangur. You and I exist for a purpose. Við erum til fyrir eitthvað tilgang. And the purpose is higher than the highest human thoughts can reach. Og þessi tilgangur svo miklu hærri heldur en við getum nokkuð tíma ímyndað okkur. Now think about it for a while. Hugsið aðeins þetta. Think of the highest you can think of. Hugsið eins hátt og þið getið. God's thought for you and plan for you is higher than that. Og hugsun Guðs fyrir ykkur miklu hærra en það. Oh, I remember when I was young, I wanted to be the best neuroscientist in the world. Þegar ég var ungur þá vildi ég vera besti taugavísindamaður í heimi. I got to work with the best of the best. Ég fór að vinna með hennum allra bestu. But at the end of the day, en svo að lokum, I realized God's purpose is higher than that. Að þá uppgötaði ég að tilgangur Guðs miklu hærri en þetta. Not to be the best. Ekki vera besti, But to simply give my life to Him. heldur bara það að gefa honum líf mitt. Not the best in man's eyes. Not the best in man's eyes. Ekki vera bestur í augum manna, But best in His eyes. heldur bestur í augum Guðs. So He can do the work that He needs to do. Svo hann geti unnið það starf sem hann If þarf. you had told me 20 years ago Ef þú hefði sagt mig fyrir 20 that ára I would síðan be doing what I'm doing today, að ég var að gera þetta í dag, I would have told you on your spot, you are out of your mind. þá hefði ég sagt, þú ert alveg frá þér.
And as we would say in English, no way, Jose. Já, alls ekki. But look where I find myself in. En sjáu þið hver ég í dag? Did I ask for it? Bað ég þetta? No. Nei. God's thought is higher than our thoughts. Hugsanir Guðs eru miklu hærri en okkar And it hugsanir. says, before you existed in the womb of your mother, you existed in the mind of God. Áður en þú varst í legi móður þinnar, þá varst þú til í huga Guðs. Because he has high purpose for you. Af því að hann með stórkostlegan And that's why tilgang. everything that exists in this universe, this world, has a Og purpose. þess vegna er allt sem til í þessum alheimi sem hefur tilgang. Nothing exists by chance or probability. Það er ekkert til hérna bara fyrir tilviljun. I don't care what your professors in your environmental science or biology teacher tells you. Mér er alveg saman hvaða líffræði að vistfræðikennarinn þinn sagði þér. The rule of biogenesis is life begets life. Reglan í líffræðin er að líf kemur af lífi. Life cannot come from non-life. Líf getur ekki kviknað af engu lífi. That is the rule of biogenesis. We did not create it. Við sköpuðum þetta ekki. Scientists created that rule. Vísindamenni bjuggu til regluna. And when you put the evolution under the lens of that Og ef maður setur þróunarkenninguna undir þá linsu, rule, it doesn't pass. þá kemst þetta ekki í gegn. Because evolution posits life can come from non-life. Út af því að þróunarkenningi segir að líf getur kviknað af engu lífi. It means there is no purpose. Þá er engin tilgangur. It existed by chance, by probability. Þetta var bara af því að. But when you look at everything that exists, En ef þú lítur á allt sem er til, everything has a purpose. allt er með tilgang. Between species, between plants, Milli tegunda, between planta birds, og fugla. there's symbiotic relationship. Það eru, Symbiotic, there's dependent relationship. já, þetta er svona vistkerfi sem er háð hvor öðru. Even with us, Jafnvel milli okkar. no man is an island. Það er engin maður, bara You eigin. isolate yourself, Ef þú einangrar þig, like what happened during COVID. eins og gerist í COVID, Guess what? hvað gerist þá? We went downhill. Þá fórum við bara Bless you. niður. So you can see there's purpose. Þannig þið sjáu að það er tilgangur í öllu. The Bible tells us in Revelation chapter 14, verse 7. Ef við förum í 14. kafla Opinberunarbókarinnar, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. óttist Guð og gefið honum dyr þegar komin er stund dóms hans. And worship him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. Tilbeðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. In an age of evolution, God sends a message to the entire human race. Á dögum þróunarkenningarinnar þá sendir Guð út sterk skilaboð. Calling us to worship a creator. Hann kallar okkur til þess að tilbiðja skapara. Not worship the God of Watson and Crick. Ekki að vera tilbiðja Guð, what? Watson and Crick, the discoverer of DNA. Já, þeir sem uppgötuðu DNA-ið, ekki að vera tilbiðja þá. Because they don't believe in creation. Þeir trúðu ekki á sköpun. And when you ask Dr. Professor Crick or Watson, Ef þið talið við Watson eða Crick, vísindamenn, how did DNA come about? hvaðan kom þessi hugmynd? Because we all know DNA is information. Við vitum alveg að DNA er bara upplýsingar. Information cannot exist without somebody writing that program or designing Það something. getur ekki verið til upplýsingar sem einhver hefur ekki skrifað niður. They recognize that information cannot exist by probability or chance. Þeir könnuðust við að svona upplýsingar gátu ekki Not in a gazillion years. verið til bara They know that. fyrir tilviljun. So when you ask them, so how did DNA come about? Og þeir spurðu þá, hvernig kom það, How did life come about here in our planet? hvernig myndaðist DNA og lífið? They give you a very intellectual Og response. gáfu ofsalega gáfuleg svör. And they call it transpermia. Og kölluðu þetta transpermia, ég veit ekki hvað Simply það, meaning sem þýðir. that bacteria was put into a spaceship, Baktería var sett inn í geimskip released into the space, og henni var sleppt út í geim makes it to our world today, og komst inn í heiminn okkar í dag and give rise to people eventually.
og breyttist svo í fólk með tímanum. Friends, if that is not science fiction, I don't know what is. Ef þetta ekki vísindaskáldsaga, þá veit ég ekki hvað það er. I'm not making fun of them, but the length of trouble man has to go through to give an answer Ég er ekki að gera grína en það sem að þeir þurfa að fara í gegnum til þess að gefa for the svör beginning of life varandi það hvernig líf byrjaði. is truly out of this world. Það er algjörlega fáránlegt. Once the word of God simply says, Þegar Árguð segir bara in the beginning, í upphafi, you see, it takes more faith to believe in that, það tekur miklu meiri trú að trúa það, in this transpermia á þetta transpermia hypothesis. It kenningu, takes more faith to believe in that than to believe in the word of God. heldur en að trúa á Árguðs. How do we worship the creator of heaven and earth then? Hvernig tilbyðum við þá skapara heims og hjörðar? Revelation is the book of endings. Opinberunarbókin er bók endisins. We can only understand the book of endings if we understand the book of beginnings. Og við getum bara að skoða lokabókina ef við skoðum fyrstu bókina. We will only understand the significance and the monumental issues Og við getum bara skilið hversu mikilvægt þetta er today if we understand the events of creation. ef við skiljum hvernig sköpun átti sér stað. So, let's go to the book of Genesis Förum for þá answers. í fyrstu Mósebók This theme is about worship, til að fá svör og þetta snýst tilbeiðslu. true worship. Sanna tilbeiðslu. Remembering the creator is a common thread throughout the Bible. Og muna það að skaparinn er sameiginlegt tákn gegnum alla biblíuna. It's one of the most important themes of the scripture. Og þetta er eitt af mikilvægastu þemum biblíunar. In fact, the heart of Revelation's final crisis Í rauninni er kjarni aðal krísu opinberunarbókarinnar. is over true and false worship. Það snýst tilbeiðslu sem er sönn eða fölsk. Therefore, worshiping the creator is at the center of it all. Og þess vegna er svo mikilvægt að tilbiðja skaparan. The amazing, intricate world as we know it today was created in 6 literal days. Og þessi dásamlegi og flókni heimur eins og við þekkjum hann í dag var skapaður á bókstaflega 6 dögum. And as a scientist, Og sem a vísindamaður, neuroscientist, taugavísindamaður, I find no difficulty in believing that. það finnst mér ekki erfitt að trúa. I'm not alone, by the way. Og ég er ekki svo eini sem trúði. There is a book called In 6 Days. Það er til bók sem heitir Á 6 dögum. You can Google it, you can find it in Amazon, and there are 50 scientists Þar getur fundið bókinu á Amazon og það eru 50 vísindamenn who subscribe sem að skrifa to undir the 6th literal day of creation. það að heimurinn hafi verið skapaður á 6 dögum. From geologists Bæði to biochemists líffræðingar, to mathematicians starffræðingar, to zoologists. ég veit ekki hvernig það er zoology, dýrafræðingar Creation is not just for gullible people, og efnafræðingar. as the world will have you believe. Creation is not just for gullible people, as the world will have you believe. Já, sköpunin er ekki bara fyrir eitthvað fólk sem að gleypi við öllu eins og fólk vill meina að sé. Our Creator spoke, the earth came into existence. Skaparinn okkar mælti og þá varð jörðin. In Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. And in Genesis 2, the Bible tells us, Og ef við förum í annan kafla fyrstu if you have your Mósebókar, Bible with you, I'll invite you to turn with me. skulum við fara þangað, ef þau eru með biblíu. Genesis chapter 1, verse 2, notice what it says. And the earth was without form and void, and darkness upon the face of the deep. What verse is this? Genesis 1, verse 2. Oh, okay, I went the opposite. I'm sorry. Ok, jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði við djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Já, og andi Guðs sveif yfir vötnunum. And God said, let there be light, and there was light. Guð sagði, verði ljós og það varði ljós. When God said, let there be light, Þegar Guð segi verði ljós, light didn't say, I don't feel like lighting up. að þá sagði ljósið, ég nenni því nú ekki. When God said, let there be light, Þegar Guð sagði verði ljós, there was this big bang, þá var allt í nú sprenging and there was light.
og það var ljós. It didn't take a million years. Tók ekki 1.000.000 ár, It took the word of God. það var bara nóg ár Guðs. Because the creative power of God is in his word. Því að sköpunarmáttur Guðs í orði hans. He says it, Hann segir það it was so. og það varð. Day one, let there be light. Hann sagði verði ljós Day two, let there be firmament. og verði land, Day three, nei festing, meina ég, plants. og svo plöntur á 3. degi, Day four, 4 the dagur, lesser light and the greater light. stóra ljósið og litla ljósið, Day five, og 5. dagur, things that fly and swim, populate. dýr sem að fljúa og synda, 6, og 7. dagur, all land animals. öll dýrin sem að gengu á landi. And then he came Og svo to kom the hann apex of his creation. á alveg hápunkt sinna sköpunar. God was not just satisfied with the beautiful fishes, the beautiful plants, the beautiful trees, and the beautiful birds of the sky. Og Guð var ekki, hann fannst það ekki nóg að vera með falleg blóm, falleg tré, fallega fisk og fugl og dýr. See, when you go to Africa and you go to the safaris, Þegar maður fer til Afríku og fer í svona safarigarð, there's always saying the big fives. þá segja þeir alltaf henni stóru 5. You know, the lion, Ljónið, rhino. næsirningurinn. And God is not just satisfied with the big five. Guð fannst það ekki nóg að hafa bara þessi 5. He crowned his creation Og svo krýndi hann with sköpunarverk sitt his most prized með creation. sínu flottustu sköpun, mankind, og það voru við mennirnir, Adam Adam and Eve. og Eva. Friends, Kæru vinir, when you look into the Garden of Eden, ef þið skoðið Edens garð, you go to a botanical garden, you say, man, they're beautiful. ef þið fara til dæmis í eitthvað grasagarð og segja, vá, hvað þetta er The fallegt. Garden of Eden is the most beautiful botanical garden. Eden var hinn fallegisti grasagarður sem nokkuð tíma var til. You go to places like Ocean World, Ef þið farið í sædýrasöfn, and you go to this tunnel with aquariums, and you watch all this fish and water creatures. og það er hægt að fara í sædýragörðum inn í svona göng sem eru svona bara gler og maður sér alla fegurðina fyrir ofan sig. I remember my children loves animals, Börnin mín, þau eru svo hrifin af dýrum, and we were in Singapore once, og eitt sem voru við í Singapúr, or was it in Thailand, in Bangkok? I can't remember where, Eða but it's one Thailandi. of the cities. ég man ekki alveg, And they had this water world, og það eru dásamlegur sædýragarður, and we went to this tunnel, og þá fórum við inn í svona göng, and above us Og was fyrir- just like tank, og fyrir ofan okkur var risastór and svona you find stingrays, vasstankur, huge fish, sharks, and all sorts. og þar var skata And og, there is this music that is playing, og fullt af öðrum dýrum og, classical music. og klassisk tónlist. And it's amazing how these fish were like swimming in synchrony Og fiskurinn var að synda í to this takti, classical music. klassísku And tónlistin. if you would just sit there and watch, you say, man, this is beautiful. Og ef maður bara satt og horfði þá sagði maður, vá, hvað þetta er fallegt. Friends, God's creation, nothing compared to how it was in the beginning. Og kæru vinir, það er ekkert að bera saman við það hvernig þetta var í byrjun. God, as I said, was not satisfied until Guð var ekki sáttur. every creation, he said, it was good. It was good. And It was good. Hann sagði allt sem hann skapaði, það var gott, það var gott, Then það var gott. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Svo þegar við förum í 1. Mósebók 1:26 Notice what it says. og 27, 26 and 27. sjáu hvað segir. And God said, let us make man in our image, Við viljum gjöra mannin eftir vorri mynd, after our likeness. líkan oss. Let them have dominion over the fish and the sea and over the fowls of the air. Og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins And over the cattle and over the earth and over the creeping things that creepeth upon the earth. og yfir fjenaðunum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðukvikjundum sem skríða á jörðinni. So God created man in his own image. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd. In the image of God, God created he him, male and female, created he them. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. And God blessed them and said unto them, Og Guð blessaði þau og Guð sagði við be þau. fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, Verið frjósum, margveldist og uppfylli jörðina. Og and have gjörið dominion over the fish of the sea, ykkur hana undirgefna og drottni við fiskum sjávarins
over the fowls of the air, og yfir fuglum and over loftsins every living things that moveth upon the earth. og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. God is a God of order. Guð er Guð skipulags. He wanted his garden maintained, Hann vildi að einhver væri að sjá garðinn and he has appointed man and the woman og hann hafði beðið karlinn og konuna að sjá það, to keep it. að passa upp á hann. Genesis chapter 2 verse 1. Og við skulum fara í annan kafla, fyrsta vers. Thus the heavens and the earth and all hosts of them were finished. Þannig algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Just 6 days of work 6 dagar sem var unnið and the creation was done. og þá var búið að ljúka sköpuninni. And you say such a short time, Og þetta var stuttur tími, segjum við, but not for God. en ekki fyrir Guð. The account of creation is not even over. En það er ekki ennþá búið að segja frá allir sköpuninni. Yes, it was finished, Jú, henni hefði lokið, but there's one more thing he needed to do. en það var eitt sem hann þurfti að gera. And he says on Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Og hann segir í fyrstu Mósebók 2. kafla, And on the 7th day God ended his work which he had done. Guð lauk á henni 7. degi verkið sínu hann hafði gjört. On the 7th day. Á 7. degi. And he rested on the 7th day from all his work which he had done. Og hvíldist hinn 7. dag af öllu verkið sínu hann hafði gjört. God, the creator of the universe, Og Guð, skapari þessa alheims, rested. hvíldist. He was pleased with his accomplishments Hann var sáttur með það sem hann hafði gert over the last 6 days. yfir þessa 6 daga. Then God did something specially significant. Og þá gerði Guð eitt mjög merkilegt. And the Bible tells us that God blessed the 7th day and sanctified Og it. þá segir Biblían okkur, Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann. Because in it he rested from all his work which God had created and made. Því að á honum hvíldist Guð af verkið sínu sem hann hafði skapað og gjört. Friends, the 7-day Sabbath given at creation was to be God's perpetual reminder of our roots. 7. dagurinn, hvíldadagurinn, sem var gefinn á 7. degi sköpunarinnar, átti að vera, can you turn it? Sorry, my Átti að vera sem sagt, minnisvarði fyrir okkur, stanslaus minnisvarði, til að minna okkur á hvaðan við komum. Remember, as I said to you, in order for us to fully grasp the last event, the last issue in the book of Revelation, Til að skilja vel það sem í gangi í Åpenbararbókinni, we must go to the very beginning. þá verðum við að fara í upphafið. And here we are. We said the 7-day Sabbath given at creation was to be God's perpetual reminder of our roots. Þannig að 7. dagur, hvíldadagur, sem var gefinn við sköpunina, átti að vera stöðugur minnisvarði hvaðan við komum. In my mother tongue, Tagalog, Á móðumáli mínu Tagalog, translated into English now, ef að við þýðum það yfir ensku, there is a saying, þá til málsáttur, you will not know where you are going þú veist ekki hvert þú ert að fara, unless you know where you came from. nema þú vitir hvaðan þú kemur. You need to know where you come from Þú verður að vita hvaðan þú kemur, to have a direction of where you're going. til að hafa einhverja stefnu það hvert þú ert að fara. So the first thing he did is he blessed it. Fyrst blessaði hann þennan dag, Meaning bringing happiness or comfort. þýddi það að hann var að fara að gefa gleði og þægindi. He made the 7th day an endless fountain of spiritual refreshing. Og þessi dagur átt að vera brunnur andlegar næringar For his people, fyrir fólkið for all time to come. Alla eilífð. You see, the Bible tells us that God does not change. Biblían segir að Guð breytist ekki. Malachi 3:6, for I am the Lord, I change not, he says. Í Malaki stendur, ég drottinn og ég breytist ekki. Jesus Christ, in Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Og í Hebreabréfinu segir að Jesús sá sami í dag og í gær og alla eilífð. For you have blessed it, O Lord, and it shall be a blessed forever. 1 Chronicles 17:27. Já, drottinn, þú hefur blessað hann og hann vil vera blessaður alla eilífð. So the second thing that God did on the 7th day is he sanctified. Og annað sem hann gerði, hann helgaði daginn. He sanctified the 7th day. I'm not moving. He sanctified it.
Hann helgaði daginn. He set it apart Hann setti hann til hliðar as a special time sem sérstakann tíma every 7 days á hverjum einasta 7. to degi continually remind us of our beginnings, our roots. og var alltaf að minna okkur á þetta aftur og aftur. Sanctified, what does it mean sanctified? Hvað þýðir það að helga eitthvað? Well, let's put it this way. Við skulum koma með dæmi. Let's suppose a man is going to marry a bride. Segjum sér svo að maður sé að fara að giftast brúður sinni The bride has 6 sisters, og hún á 6 systur. and he has proposed to this bride. Hann búinn að biðja hana að gifta sig. They received the blessing from Yeah. the parents to take this bride, Fekk blessun frá foreldrunum til þess að giftast þessari brúði. and now you're at the altar Og nú ert þú við altarið. with the 7 girls. Þarna eru 7 stúlkur. What would it be like if one of the sisters says, "Let me take your place for now"? Hvernig finnst ykkur ef að ein af systrunum segði, má ég koma í staðin fyrir þig? You can have him back for the honeymoon. Þú getur fengið hann svo þegar þið eru að fara á But hveitibrauðsdagann. let me be the one to approach the altar. Leyfðu mér að vera svo sem að kemur fram að altarinu. It doesn't fly, does it? Það virkar ekki svona. Well, what's the difference? We're all sisters. Hver er munurinn? Við erum alla systur. There is a big difference. Það er mikill Because munur. not all the sisters were the ones whom the groom had a covenant with. En hann gerði ekki samning við allar þessar systur. God rested on it, is the third one. Og Guð hvíldist á þessum degi. Now, think with me. Nú He skul- blessed it, Nú skulum við aðeins hugsa, hann blessaði hann, sanctified it, helgaði hann and now rested on it. og nú hvíldist hann. The Bible doesn't say that God blesses the first day. Biblían segir ekki að hann hafi blessað fyrsta daginn. It doesn't say that blesses the second day, Og hann segir third day, heldur, fourth day. segir heldur ekki að hann hafi blessað alla hinna dagana. No. The Bible says he blessed the 7th day. Nei, Biblían segir að hann blessaði 7. daginn. And what God blesses according to 1 Chronicles 17:27, Og það sem Guð blessar, samkvæmt fyrst Chronicles 17:27, Krónikubók 17:27, he blesses forever. þá blessar hann það alla eilífð. To bless is to infuse with God, God's very presence. Að blessa eitthvað þá er það eins og að dæla nærveru Guðs inn í það. God blessed the 7th day by making it an eternal sign of his powerful creation and infinite love. Guð blessaði 7. daginn með því að gera hann að eilífu merki hans máttugu sköpun, sköpunarkraft og hans eilífu ást. When we look at the Sabbath, Þegar við hugsum hvíldardaginn, it was created by God þá var hann skapaður af Guði 2,300 years before the existence of the Jewish race. 2300 árum áður en gyðingarnir voru til. It was given to our first parents, Þetta var okkur fyrstu foreldrum var fengið þessi Adam dag, and Eve in the garden. Adam og Eva í eldingarðinum. The Sabbath was set aside at creation as an eternal symbol of God's creative power. Já, og þessi dagur var gefið sem tákn Guðs eilífa sköpunumátt og And vald. when Adam and Eve left the garden, Og þegar Adam og Eva yfirgáfu garðinn, the Sabbath remained as a reminder of God's eternal love. og þá var þessi dagur ennþá minnismerki kærleika Guðs, Throughout both the Old and the New Testament, bæði í gegnum gamla og nýja testamentið. the Sabbath is a sign between God and his people. Guð merki sem er milli Guðs og hans fólks. Before he gave the 10 Commandments to the Israelites, Áður en hann gaf þeim boðurinn 10, they were keeping the Sabbath of creation. þá voru þau samt að halda hvíldardag sköpunarinnar. In Exodus 16, Og við förum í 16. kafla annar Mósebókar. we read this remarkable story of the manna. Þá lesum við þessa dásalmi sögu brauðið sem kom að himnum ofan, And manna. in verse 26,
Við förum í 27. It says, vers. 6 days you shall gather it, but on the seventh day, which is the Sabbath day, there will be none. 6 daga skuli þér safna því, en 7. dagurinn hvíldadagur, þá mun ekkert finnast. God worked a miracle for Israel for 40 years. Guð framkvæmdi þetta kraftaverk í 40 ár fyrir Ísraelsmenn. Now, if you would multiply 40 years by 52 Sabbaths, that's 52 weeks in a year. Það eru 52 vikur í árið, þannig að við margföldum það. You would have 2080 Sabbaths reminder. Við 7, þá það, how many did you say? 2080 2080 Sabbaths. A hvíldadag reminder. sem voru minnismerki. So now you multiply that by 40 years, Og svo við margföldum þetta við 40 ár, you do the maths. þá að gera að 62,040. Sorry, Sabbaths miracles. 62.000 So here it is. 3 miracles of manna. First, fell double portion on Friday. 3 mannakraftaverk. Fyrst þá kom alltaf 2-falt magn á föstudögum. Okay? Then didn't fall on Sabbath. Svo kom þetta ekki á They were hvíldadögum. told they are to gather double portions. Á föstudögum áttu þeir að safna saman 2-falt magni. Oh, 6 days a week, they could take portion. Alla hina 6 dagana tóku, They were told not to take any additional portion alla hina for 6 the, dagana, for the next days. alla hina 6 dagana þá áttu ekki að taka neitt umfram það sem þau þurftu á hverju But degi. some people didn't listen. Sumir hlustu ekkert á það, They took them. tóku bara meira. The Bible tells they stunk. Biblían segir að það kom vond fíla. But on a Friday, En á föstudeginum, on the 6th day, á 7. they deginum, are to gather double portion þá áttu þeir að tína 2-faldaskap. because none will fall on the Sabbath. Vegna þess að það var ekki að fara að koma neitt And the á, portion that they gather það var ekkert að fara að koma á did not hvíldadeginum. stink the next day. Og svo næsta dag á hvíldadeginum, þá var engin fíla af því manna. They did not spoil on Sabbath. Það eyðilagðist ekki á hvíldadeginum. God met their needs, Guð kom á móts við þarfir þeirra raining down from heaven his manna og lét rigna yfir frá himnum every single day except on Sabbath. manna sem kom alla daga nema á hvíldadögum. And if they would gather more than they could, Og ef þeir söfnuðu meira en on þeir, every other day it would spoil. þurftu, þá myndi það eyðileggjast. But what they gather on Friday En það sem þeir söfnuðu á föstudögum never spoiled. skemmtist aldrei. So here's the maths. Nú hérna reikningsdæmi, 40 years 40 ár, times 52 weeks. sinnum 52 vikur, That's 2080 Sabbaths. 2080 hvíldadagar, 3 miracles every Sabbath 3 kraftaverk á hverjum that we just hvíldadegi. saw. That is 6,240 Sabbath miracles saying remember. Það eru 6.240 hvíldadags kraftaverk sem að sögðu hári röddu munið. Remember. Munið, Remember. gleymið ekki. Why? Af hverju? Because we have spiritual dementia. Af því að við erum með andlegt minnisleysi. The life and the sin of this world Syndin og lífið í þessum heimi has caused hefur valdið our spiritual mindset to have amyloid deposits. Sorry. To be compromised. And what God is doing is redeeming us from that condition. Já, og Guð, hann að reyna að bjarga okkur frá því að þessu minnisleysi sem við erum með. By giving us His word, Með því að gefa okkur orð sitt reminding us who we are. og minna okkur á hver við erum. And I could call that spiritual cognitive brain training. Ég get kallað þetta andlega heila þjálfun. Just reminding us who we are Bara as það His að children. minna okkur á hver við erum sem hans börn. Reminding us who we are in His word. Minna okkur á hver við erum í þessu, hver er þessi sem er í þessu orði. And when we create new neural pathways Og þegar við erum að skapa nýjar taugaleiðir based on His words, sem að styðjast við orð hans, we will be redeemed þá munum við vera frelsuð from this spiritual dementia frá þessu, that's plaguing this world today. þessu andlega minnisleysi sem er að plaga þennan heim. The Bible tells us in Og Hebrews, ef við förum í Hebreabréfið, in Exodus chapter 16, verse 28.
Önnur Mósebók 16:28. It says here, how long do you refuse to keep my commandments and my laws? Drottinn sagði Móse, hversu lengi tregðist þér við að varðveita boðorð mín og lög? 4 things God cannot do. Það er fjögur atriði sem Guð getur ekki gert. Okay? 4 things. First, God cannot fail. Hann getur ekki brugðist okkur, númer 1. He cannot lie. Hann getur ekki logið. Notice, he cannot change. Hann getur ekki breyst He cannot deny himself. og hann getur ekki afneitað sjálfum sér. This is against who he is. Þetta fer gegn því sem hann er. And that's one reason why we know that his creation, Og þess vegna vitum við að sköpun hans, the day that he has blessed, dagurinn sem hann hefur blessað, the day that he has sanctified, dagurinn sem hann hefur helgað, the day in which he rested, dagurinn sem hann hvíldist, cannot be changed. það er ekki hægt að breyta honum. Because he cannot fail, he cannot lie, he cannot change, he cannot deny himself. Af því að hann getur ekki brugðist okkur, hann getur ekki logið, hann getur ekki breyst og hann getur ekki afneitað sjálfum sér. Notice, I know that whatever God does, it shall be forever. Ég veit, allt það sem Guð gerir það mun vara að eilífu. Nothing can be added to it and nothing taken from it. Það er ekkert hægt að bæta við eða taka frá því. God does it that man should fear before him. Guð gerir þetta svo að mennirnir óttist hann. On Mount Sinai, God wrote with his own finger Á Sínaí fjalli ritaði Guð með sínum eigin fingri his love letter, his commandments, boðorðin sín sem er kærleiksbréf hans. in which Sabbath commandment is one of them. Og þar er hvíldardagsboðorðið eitt af þeim. He didn't write it in the sand to be washed away. Hann skrifaði ekki í sandin svo að það myndi hverfa. He did not write them on parchment to be consumed in some fire. Skrifaði þetta ekki á eitthvað pappír sem að geti brunnið í eldi. God did not even write the Sabbath command on a little piece of paper hidden and hide it in the corner. Og hann skrifaði ekki á lítinn pappír til þess að fela þetta út í ykkur horni. God wrote the law to endure forever. Guð skrifaði boðorðin svo að þau mættu varað eilífu. So God wrote it on a table of stone, Þannig að Guð skrifaði þetta á steintöflur, such that it will endure forever. svo það muni vara að eilífu. God did not entrust Moses to write it. Guð treysti ekki Móse til þess að skrifa þetta. God didn't trust other prophets to write it. Eða lét einhverja aðra spámenn skrifa þetta. He wrote it with his own finger. Hann skrifaði þetta með sínum eigin fingri. Remember the Sabbath day Minnist to hvíldardagsins keep it holy. að halda hann. Notice what Exodus chapter 20 says. Skulum fara í aðra Mósebók I want to go there personally aðra Mósebók with my 20. Bible. And if you have a Bible, would you open it with me? Skulum The fara book of Exodus, chapter 20, and we will read from verse 8. Skulum fara í aðra Mósebók 20. kapla og vers 8 til 11. Because we need the neural pathway for these verses to crystallize in our brain. Því að við þurfum á þessum heila taugafrumubrautum í heilanum til þess að verða skýrar þegar við lesum þetta. Notice what it says. Remember the Sabbath day to keep it holy. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 days thou shalt labor and do all thy works. 6 daga skal þú erfiða og vinna allt þitt verk. But the 7th day, the Sabbath of the Lord thy God. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. In it thou shalt not do any work. Þá skal þú ekkert verk vinna, Thou nor thy son, ekki sonur þinn nor thy daughter, eða dóttir þín, thy manservant, þræll þinn thy maidservant, eða nor the ambátt cattle, nor the stranger that is within thy gates. eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. For in 6 days Því að á 6 the dögum Lord God made heaven and earth, gjörði drottinn himinn og jörð, and the sea and all that is in them, hafið og allt sem í þeim er, and rested on the 7th day. og hvíldist 7. daginn. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Why did God say remember? Af hverju sagði Guð minnstu þess? I mean, notice the language. Takið eftir. Out of all the commandment,
Af öllum If þessum you read boðurum, the Bible, at least in English, allavega þegar þið lesið Biblían á ensku, there's only one out of the 10 that says remember. það er bara eitt boður sem segir minnstu þess. Is it possible Er það möguleiki that the wording is specifically told to remember? að þetta sé sagt svona Because God knew ahead of time því að Guð vissi it would be forgotten. að við myndum gleyma því? When my grandmother told me when I was young, Þegar amma sagði mér þegar ég var ungur, she would send me to the store hún sendi mig út í búð, and she would say, remember, hún sagði myndu, make sure you get salt. ekki gleyma saltinu, Remember. myndu, All the other things, she doesn't have to say that. allt hitt þurfti hún ekki segja. But when it came to salt, En þegar það kom að saltinu, she had to say, remember the salt. hún sagði við mig, þú verður að muna eftir saltinu. Not because she is salty in her cooking. Ekki það því að henni finnst gaman að salta matinn sinn. She knew Hún vissi that I would buy all the other colorful stuff að ég myndi kaupa allt þetta litrika at the store. í But when it búðinni. comes to the boring white stuff, I would forget it. En svo þegar kemur þessu hvíta leiðilega, She knew that. þá myndi ég gleyma því. So ahead of time, she would always tell me, remember. Og ég man alltaf hún Remember sagði, the salt. myndi eftir saltinu. And it's interesting that even though she adds that, Þetta er áhugavert að þó svo hún hafi sagt þetta, there were still instances when I forgot the salt. að þá glemdi ég samt stundum saltinu. My grandmother knew. Could it be that God knows? God knew Gæti það verið að Guð vissi þetta that fyrir hann, man would forget. að við myndum gleyma, He would set aside. Man would set aside að við myndum gleyma að setja þennan dag til hliðar, this special day, þennan sérstaka the dag, special commandment that God has given þetta sérstaka boður that reminds us of who we are sem minnir okkur á hver við erum and also where we're going to go. og hvert við erum að fara. Remember to keep the Sabbath holy. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. We read it already, but it says, for in 6 days the Lord made the heaven and the earth and the sea and all that is in them, Já, við lásum á það á 6 dögum, skapaði Guð himinn og jörð, and rested on the seventh day. hvíldist hinn 7. dag, And therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. því blessaði drottin þennan dag og blessaði hann og helgaði. The Sabbath was never an exclusive Jewish institution. It was given for all humanity. Hvíldardagurinn var ekki bara fyrir gyðinga, heldur fyrir allt mannkyn. See, we think that this is just for the Jews. Við nefnilega hugsun stundum að þetta er bara fyrir gyðinga. The world will have you believe that it's just for the Jews. Og heimurum vill að þú trúir því. But it was given to our first parents long before the Jewish nation existed. En okkar fyrstu foreldrar fengu þetta áður en gyðingarnir voru til. It is for all the Old Testament and New Testament believers. Já, þetta er fyrir bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið. The Sabbath was never an exclusively Jewish institution. It was given for all humanity. Það var gefið fyrir allt mannkyn. Bible tells in Isaiah 56, 6 and 7, everyone who keeps from defiling the Sabbath, I will bring to my holy mountain. Já. Við skulum fara í Jesaja 56, 6-7. So what is this holy mountain? What is it? Þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu. Hvað er þetta heilaga fjall? Takk fyrir. This is New Jerusalem. Þetta er Nýja Jerúsalem, This is heaven. himinin. He says, everyone who keeps from defiling the Sabbath, I will bring to my holy mountain. Og þarna stendur að allir þeir sem passa upp á að vanhelga ekki hvíldardaginn, þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls. Throughout the Old Testament, the Sabbath was God's everlasting sign for all his people. Í gegnum allt Gamla testamentið þá var hvíldardagurinn þetta merki það að við tilheyrum Guði. In Ezekiel 22, verse 12, it says, moreover, I also give them my Sabbath to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Og ef við förum í Ezekiel 20:12, þá kemur fram þar, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, drottin, er sá sem helgar þá. The Sabbath is not only a sign that God created us. Þannig að hvíldardagurinn er ekki bara
tákn það að Guð skapaði okkur. It is a sign that he can recreate our hearts. Að hann geti, þetta tákn það að hann geti endur skapa hjörtur okkar. And when I come to worship him on Sabbath, Og þegar ég kem og tilbið hann á hvíldardögum, I say, God, you are all the powerful creator. þá segi ég, Guð, þú ert almáttugur skapari. You have done it before. Þú hefur gert þetta áður You can recreate og þú again my heart. getur endur skapa mitt hjart. Create in me a new heart. Skapaðu í mér nýtt hjart And renew a right spirit within me. og nýjan anda í mér. We are told that God gave the Sabbath to Adam and Eve at creation. Okkur sagt að Guð gaf Adam og Evu hvíldardaginn þegar hann skapaði. God gave the Sabbath to Moses in Mount Sinai. Guð gaf líka hvíldardaginn til Móse á Sínaífjalli Found in the Ten Commandments. og það að finna þar í boðorðinu 10. The Sabbath as a sign, was a sign throughout the Old Testament. Og hvíldardagurinn merki gegnum eða táknum gegnum allt Gamla testamentið. It's a symbol of his love and divine authority. Og þetta merkir hans bæði vald og hans eilífa kærleik. Then we say, what about in the New Testament? En hvað með Nýja testamentið? What about Jesus Christ? Hvað með Jesú? Did Jesus Christ do away with the Sabbath? Bara útilokaði hann hvíldardaginn eða tók hann í burtu? Did the disciples change the Sabbath? Eða breyttu lærisveinarnir hvíldardaginn? Did they worship on another day? Tilbáðu þeir á einhverjum öðrum degi? Look what it says in Luke 4:16. Förum í Lúkasar Guðspjall 4. It kapla. says, so he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. According to the scripture, Þannig að samkvæmt ritningunni Jesus worshipped every Sabbath. að þá tilbað Jesú á hverjum hvíldardegi. If Jesus wanted to leave another sign or symbol of worship, Ef að Jesús vildi gefa eitthvað annað tákn tilbeiðslu, wouldn't you expect him to leave a positive example in his life? hefði hann þá ekki sýnt það í sínu lífi? Wouldn't you expect him to leave it in his will or in his testament? Hefði hann ekki skrifað það í þessi 2 testament? You cannot change a person's will after they die. Það ekki að breyta, hvernig segir maður, erðaskrá eftir að maður deyr. And Christ's will and testament was sealed at his death. Og hans erðaskrá var innsigluð eftir að hann lést, But the legacy of his life, en góðsverk lífs hans. the Bible says, as his custom was, Biblían segir, og hann fór að vanda sínum. he went into the synagogue on the Sabbath day. Hann fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna. Christ kept the Bible Sabbath. Kristur, hann hélt hvíldardaginn samkvæmt Biblíunni. The Bible tells us in Mark 2:27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Og við skulum fara líka í Markusar Guðspjall 2. kapla 27, það sem stendur, og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. God's gift to you and me. Þeir gjöf Guðs til okkar. It doesn't say the Sabbath was made for the Jews. Það stendur ekki að hvíldardagurinn hafi verið skapaði fyrir gyðinga. It says the Sabbath was made for man. Það stendur að hvíldardagurinn var til mannsins vegna. The Sabbath is a sign Og hvíldardagurinn tákn that we worship him exclusively, að við tilbýðum hann einan, that we love him supremely. að við elskum hann. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and the 7th day he rested and was refreshed. The book of Exodus, chapter 31, verse 17 tells us. Og ef við förum í 2. Mósebók 31. kapla og 17. vers, ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraels manna, því að á 6 dögum gjörði himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endurnærðist. The Sabbath is a sign between God and his people. Þetta tákn milli Guðs og hans fólks. That's why the Bible tells us Það það sem að Biblían segir okkur. it doesn't move forward. If you love me,
It says in John 14:15, Ef við förum í Jóhannesar Guðspjall 14:15, keep my commandments. þar stendur, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Love leads us to obedience. Þannig að kærleikur leiðir okkur til hlýðni Love leads us to his commandments. og kærleikurinn leiðir okkur til hans boðorða. Has time ever been lost? Höfum einhvern tímann tapað tímanum Because this is what people have been asking. því fólk spyr sig. The Sabbath was stated at creation and restated in the Ten Commandments. Hvíldadagur var stofnaður við sköpunina og það var strikað undir þá stofnun í boðorðinu 10. There's no time lost between Adam and Moses. Það er engin tími sem hefur tapast á milli Adam og Móse. Adam kept the 7-day Sabbath, Adam, and so did Moses. Adam hélt 7. daginn heilagan og svo gerði Móses einnig. All through the Old Testament, from Moses to Jesus, Alveg gegnum allt Gamla testamentið og yfir til Jesú, God's people kept the Sabbath. þá hélt fólk Guðs There was no hvíldadaginn time lost. og það var engin tími sem hefði tapast þar á milli. Even in death, Jesus Christ kept the Sabbath Meira að segja í dauðanum hélt Jesús hvíldadaginn heilan because he cannot fail. af því hann getur ekki brugðist, He cannot lie. hann getur ekki logið, He cannot change. hann getur ekki breyst He cannot deny himself. og hann getur ekki neitað sjálfum sér eða afneitað sjálfum sér. In the Bible, the Luke 23 Ef við förum- account, verse 54 until the first verse of the chapter 24. Og ef við förum í Lúkasar Guðspjall 23. kafla frá 54. versi, That day was the preparation, Það- and the Sabbath drew near. það var aðfangadagur og hvíldadagurinn fór í hönd. And it says here, and the women who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galileu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Then the Bible says, then they returned and prepared spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath day according to the commandments. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. They were the closest followers of Jesus. Hvíldadaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu og þær voru nánastar Jesú. The Bible tells us he was crucified on the day of preparation. Og Biblían segir að Jesús hafi verið krossfestur á undirbúningsdeginum, þar að segja föstudegi. And after he died, Og eftir hann dó, here, preparation day, hérna undirbúningsdagurinn, this is Saturday, on the Sabbath day, Laugardagur. Jesus rested on the tomb, hvíldudagurinn, and on Sunday, the first day of the week, og hvíldadaginu hvíldist Jesú í gröfinni og we see sunnudeginum, the resurrection. þá rís hann upp frá dauðum. Christ has given us a symbol of resurrection. Kristur hefur gefið okkur tákn upprisunnar. You see, many people worship on Sunday Það er mikið af fólki sem að tilbyður á sunnudögum in honor of the resurrection. til heiðurs upprisunnar. And you can worship in it if you want, Það er hægt að tilbyðja ef maður to vill, honor his resurrection. To honor his resurrection. til að heiðra hans upprisun. But notice, En takið that eftir, day was never blessed. þessi dagur var aldrei blessaður. That day was never sanctified. Sá dagur var aldrei helgaður That day, he never rested. og hann hvíldist aldrei þann dag. For Jesus himself Því að Jesús sjálfur, rose on Sunday hann reis upp á sunnudegi, and did not rest on that day. hvíldist ekki þann dag. The Bible tells us in Romans chapter 3, verse 4, Og ef við förum í Rómarabrefið 6:3, do you know that as many of us were baptized into Christ, Jesus were baptized into his death? vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesú erum skýrðir til dauða hans. At the cross, Á krossinum Jesus has given us hefur Jesús gefið a okkur symbol. tákn. When man, we had baptism the other day, Við vorum með skýrnum daginn and you saw that when somebody was baptized, þegar einhver var skýrðu, þeir sáu það, the moment they are laid under the water, þegar að þeim dýft ofan í vatnið, they stop breathing. þá andar fólk ekki. You hold your breath Maður heldur í sig andan until you come out of the water.
þangað til maður kemur upp á vatninu. Right there and then. And baptism is a symbol of death, Og accepting the death of s- Christ, Skírnin the sacrifice. táknar dauða og við erum að taka við dauða Jésu Kristi og hans Right fórn. here is the death, the burial, Hér er dauðinn, grefturinn and resurrection og upprissan. represented. And that's what happens when we accept Jesus. Það er það sem gerist þegar við tökum í Jésu. We accept his death. Við tökum móti dauða hans We accept what God has done for us. og við hefum líka tekið við því sem hann We are no gerði. longer what we used to be or who we used to be. Við erum ekki lengur það sem við vorum. We die Við deyjum sjálfinu and then brought back into new life. og við erum leitt til nýs lífs. Our sins in the abyss, Syndir forgotten. okkar hverfa og tínast no more mention of it. og aldrei minnst á þær aftur And we come out anew og við komum upp hrein in og ný Christ. í Kristi. Therefore, we were buried with him through baptism into death. Já, við erum skýrðir til dauða hans. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Já, við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrðinni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Okay, we will go faster. In over 140 languages of the world, the word for the 7th day of the week is Sabbath. Í 140 tungumálum í heiminum þá notar fólk orðið laugardagur, orð fyrir laugardag, þá er notað orðið sabbath. Here's are just some of them that we could fit on one slide, but Og there's more. Hérna eru tungumál sem við gáttum sett á eina glæru, en það eru fleiri. Jesus and the apostles kept the Sabbath. Jésús og lærisveinarnir héldu hvíldardaginn. Peter, James, John, Paul kept the Sabbath. Pétur, Jakob, Jóhannes, Páll, allir héldu þeir hvíldardaginn The heila. Bible tells us in the book of Acts that they came to Thessalonica, Og ef við förum í Póstalarsöguna where there was 17. a synagogue. Förum við 17. kapla það sem að var samkundi hús. And according to the custom, Paul went in Og and for þar, 3 Sabbaths reasoned with them from the scripture. og þar stendur, eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af reikningunum. Paul preached about Christ. It was a Sabbath. Páll predikaði Krist á hvíldardegi. The interesting that some were Gentiles were there as well. Og það er áhugavert að þarna voru líka heiðingjar. The Bible tells us in Acts chapter 13, verse 42, that Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Og ef við förum svo í 13. kaplan, þá í 42. vers, þá segir, þegar þeir gengu út báðu menn að mál þeirra yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag og þetta voru sem sagt heiðingjar. And then the Bible tells us that on the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. Og svo segir Biblían, næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. You see, when we come to worship on the Sabbath, Þegar við komum saman og tilbyðum á hvíldardegi, he binds us together, þá bindust við böndum and then we grow together. og við vöxum saman. The disciples kept the Sabbath. Lærisveinarnir, þeir héldu hvíldardaginn heilan. And on the Sabbath day, we went out from city to the riverside where prayer was customarily made. Og við fór 16, 13, According to Acts chapter 16. hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum við vera bænastað. You see, in this city, there was no Sabbath-keeping church. Þarna í þessari borg var engin kirkja þar sem var haldin So hvíldardagur. Apostle Paul met with a group of believers Þá hitti Páll hóp trúara by a quiet river to Við- worship on Sabbath. við rólega á til þess að tilbyðja á hvíldardegi. And they sat down Þeir sátu þar and spoke to the women who were there. og The Bible says. töluðu við konurnar sem voru þar samankomnar. In the last day of Earth's history, Á síðustu dögum þessara jarðar revelation of Jesus. og þá segir opinberun Jesú, Revelation calls us back to true worship. opinberunarbókin kallar okkur tilbaka til sannrar tilbeiðslu. And the Bible says in Revelation chapter 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day. Og opinberunarbókin 1:10 segir, ég var hrifin í anda á drottins degi og heyrði að baki mér raust mikla. Someone says, oh,
I keep the Lord's day. Og sumir segja kannski, ég held drottins dag, But heilagan. what does this text tell us which day the Lord's day is? En þessi texti segir okkur hver drottins dagur er. See, the Bible tells us in Matthew chapter 12, verse 8, the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. Í Matteusar Guðspjalli kemur fram að mannssonurinn drottinn hvíldardagsins Again, in Mark 2:28 says, therefore the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. og aftur kemur þá sama í Markúsar Guðspjalli að mannssonurinn drottinn Luke hvíldardagsins chapter 6:5 also tells us the same thing. The Son of Man is also the Lord of the Sabbath. og aftur í Lúkasar Guðspjalli stendur það sama. Now, the thesis, the argument here Og hér komum við af það sem þetta fjallar is that the Sabbath of the Creator God in Genesis is the Lord's day of revelation. að hvíldardagurinn sem skapari gaf okkur í fyrstu Mósebók akkurat drottins dagur opinberunarbókarinnar. He is the same Creator and revelation as he was in Genesis. Hann sami skaparinn sem hann í opinberunarbókinni eins og hann var í fyrstu Mósebók. He does not change. Hann breytist ekki. And now, the Bible tells us Og ef við förum hérna that Satan, the dragon, í opinberunarbókinni 12. kafla, was enraged with the woman þá reiddist and drekinn made konunni. to make war with the remnant of her, made war with the rest of her offspring who keep the commandment of God and have the testimony of Jesus. Og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar, þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Satan is not just enraged with any other church. Satan ekkert reiður við bara hvaða kirkju sem There's a specific rage Það alveg sérstök reiði for the church because a woman in Bible prophecy, it symbolizes the church. Já, hann sérstaklega reiður kirkjunni. He went to make war with that specific church. Kona í Biblíunni þýðir kirkja og hann What is the byrjaði character? að heyja stríð gegn konunni. Who keeps the commandments of God, means all the commandments of God, Þannig að þeirri kirkju eða þeirri konu sem að varðveita öll boð Guðs and have the testimony of Jesus. og hafa vitnisburð Jesú. Bible tells us in Revelation chapter 14:12 as we close. Og við förum í opinberunarbókina 14:12. Here is the patience of the saints. Hér reynir á þolgæði Here hinna are heilögu. they who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. We find in the scripture Við finnum í Biblíunni that there's this group of people þá þessi hópur fólks who will keep the commandments of God sem mun halda boðorð Guðs and will have the testimony of Jesus, og mun hafa vitnisburð Jesú. will have the faith of Jesus. Mun hafa trúfesti Jesú. The question is, Spurningin are we keeping the commandment of God? erum við að halda boðorð Guðs? Do we have the testimony Erum við með þennan vitnisburð Jesú? and the faith of Jesus? Erum við með trúfesti Jesú? Again, 140 references to the 7-day Sabbath in the Bible, not one indicating a first day of the week holy. Það vitnað 140 sinnum í 7. dag hvíldardagsins í Biblíunni en aldrei minnst á fyrsta daginn sem dag til tilbeiðslu. As we wrap it up, Og nú erum við að fara að ljúka þessu. the Bible tells us Biblían segir that the Sabbath is given at the creation, að hvíldardagurinn gefin við sköpunina. given at Sinai, Hann gefin kept by his people, á Sínai fjalli og kept by Jesus, fólk hans honored by the disciples. It's a sign of God's power. heldur hvíldardaginn og Jesús heldur hann líka og lærisveinarnir And og it's- merki Vald Guðs And it's kept on the new earth. og líka haldinn á hinni nýju jörð. Verily, it's here in John 3:5, Jesus answered, most assuredly I say unto you, Jóhannes Guðspjall segir í 3. kafla og 5. versi unless one is born of water and spirit, Sannlega segir þér enginn getur komist inn í Guðs he ríki cannot enter the kingdom of God. nema hann fæðist af vatni og anda. Here is Nicodemus, Hér Nikodemus, came to Jesus by night, hún kemur til Jesú nótt. calling, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Hann segir við hann, kennari, This is something I like about Jesus.
Þetta er það sem ég kann svo vel við varandi Jesú. He doesn't beat around the bush. Hann er ekkert að And he says, verily, verily, I say unto you, hann er ekkert að fara kringum hlutina og hann segir sannlega, sannlega segi ég þér. you need to be born again. Yes. Þú þarft að fæðast aftur að nýju, Born of water and spirit. af vatni og anda. The Bible tells us, he who believes and is baptized will be saved. Biblían segir að sá sem trúir og skýrist hann mun frelsast. That's interesting. Þetta er áhugavert. He who is baptized will be saved. Sá sem að skýrist mun frelsast. One, the previous verse says, born of water and spirit. Og fæðast af vatni og anda. What happens inside Hvað gerist hið innra? is expressed outside. Það kemur svo út á við. When we experience the birth, new birth, Þegar við upplifum on nýja the inside, fæðingu hið innra, something transpires on the outside. þá er eitthvað að gerast svona fyrir svona út á við. Baptism is an outward expression of what is taking place within. Skýrn er útvortis tjáning á því sem er að gerast hið innra með okkur. When I was in Moscow, Þegar ég var í Moskvu einu sinni, was doing an evangelistic meeting þá at var, the university and at the church there, þá var ég með opinbera fyrirlestra í kirkjunni and there were a group of students og þar var hópur nemenda who came to that meeting. sem komu á þessa opinbera fyrirlestra. And I found that this group of students were divided. Og ég sá að þessi hópur var klofinn. Half of them kept the Sabbath. Helmingurinn hélt hvíldardaginn The heilagan, other half were just attending their lectures on Sabbath. en hinir voru bara að koma til að hlusta á fyrirlestrun. And one, I was there 3 times. Og ég fór þarna þrisvarsinnum. In one instance that I was there, I just was curious. I asked all to gather all the Christian students that we knew. Og eitt sem ég var þarna þá bað ég að smala saman öllum þeim sem voru kristnir We gathered one Friday afternoon. á einu föstudagskvöldi And I asked them, og ég spurði, how long have you been at this university? hversu lengi hefur verið hérna í þessum háskóla? Somebody told me 7 years. Og það var eitthvað sem sagði 7 ár. And then the other one told me, well, I'm graduating next year. Og hinn So that sagði, would be 5 years. og hinn eitt sagði, ég er að fara að útskrifast á næsta ári Others have been there for 8 years. og þá eru það 5 ár. They're church-believing people. Og þetta er fólk sem trúir They came to the church in Moscow International Church. og voru að fara í kirkju í Moskvu. So as I talked to them Og þegar ég var að tala við þá and asked them, og spurði þá, those who were there for 7 to 8 years, þessi sem voru búin að vera þarna í 7-8 ár, have you been keeping the Sabbath? hafið þið verið að halda hvíldardaginn heilagan? And they told me, well, we had to attend our lecture, otherwise we will have 0 grade, Þeir sögðu, nei, við þurftum well, að fara, negative grade. við þurftum að fara í tíma, annars hefðu ekki fengið neina engun. And interestingly, Þetta er áhugavert. the same people that had been there, not following the word of God, that they knew to be right, Og þetta sama fólk sem var þarna og var ekki að fylgja boðurum Guðs, en vissu að það væri rétt, were the ones who were failing their exams. voru þeir sem voru að falla á prófum. The ones who were keeping the Sabbath, Og þeir sem voru að halda hvíldardaginn, not attending classes, fóru ekki tíma á hvíldardögum, not even attending their exams on Sabbath, fóru ekki prófa á hvíldardögum, but when they do take the exam, en þegar það taka prófin, they ace it and passed. þá voru það að fá hæstu engun. So as I gathered the students together, Þannig að svo safnaði þessu nemyndum saman and those that were just recently graduated, og þessi sem voru nýútskráðir we gathered and said, look at what he has done. og við vorum að líta á hvað hann hafði gert. You're still here after 7 years. Þú ert hér ennþá eftir 7 ár. He's only here 4 years and he's leaving next year. Þessi er bara búin að vera í 4 ár og hann er að vera búinn. Could it be Gæti það verið that the reason you're still here að ástæðan fyrir því að þú ert enn is hér because you are not trusting God, að þú ert ekki að treysta Guði. not trusting at his word? Þú ert ekki að treysta hans orði. It has reawakened what they have forgotten. Og þetta vakti á til umhugsunar það sem þeir hafði gleymt. Being in an atheist country, Að vera í secular country, landi sem að Guðleysi býr, that made them forget gerði það verkum að þeir hafði the gleymt promises of God.
Loforðum Guðs. We want to praise and thank God Við that they viljum, got it við viljum lofa Guð fyrir það að þeir föttuðu þetta and they made a commitment with God. og þeir hétu Guði. The next time I was there, Og næst þegar ég var þarna, I asked the ones that were there, að þá spurði ég þá sem voru þarna, where is this brother? hvar þessi, Where is this sister hvar þessi who trúsískinni has been here 7, 8 years? sem búin að vera hérna í 7-8 ár? And the rest told me Og hinni sögðu, they trusted the word of God. þeir treystu orðið Guðs And when they starting keeping the Sabbath, og þegar þau byrjuðu að halda hvíldardaginn heilagan and they took the exam this year, og tóku prófin núna, they finally passed. þá náðu þau loksins prófunum. Friends, Kæru vinir, God says, test me. Guð segir prófið mig, Test him. prófið hann. Hold him accountable to his word, Látið hann to his standa við, promises. látið hann standa við orð sitt, við loforð sín. And I don't know what your Sabbath issues might be. Og ég veit ekki hversu örfitt það fyrir ykkur með That could laugardaginn be work. eða hvíldardaginn. Það geti verið vinnan. But when you stand for God, En þegar þið bara viljið halda, just as he stood with Shadrach, Meshach, and Abednego in the furnace fire, þegar að þú heldur þig fast í það sem Guð segir, alveg eins og vinir hans Daniels í eldsofninum, he will stand with you. þá mun hann blessa þig. How do I know? Hvernig veit ég það? Because he did it for me. Af því hann gerði það fyrir mig. I was invited to give a seminar, a talk in Madrid. Mér var boðið að vera með fyrirlestur í Madrid And I already told this body of people who were organizing this interaction, I will not be present from Friday, the moment 5 o'clock hits. It was summer, but I know the 5 o'clock hits, I will not be at the meeting until Sunday morning. og ég er búin að segja þeim sem voru að skipuleggja, ég myndi ekki vera þarna frá því klukkan 5 í eftirmiddeginum og föstudeginum og þangað til á sunnudaginn. So this international meeting where many participants from Stanford, from MIT, and also Harvard were present. Það var fullt af fólki frá merkum háskólum eins og Stanford og Harvard. Guess what happened? Hvað heldur þau gerst? Lo and behold, they scheduled me for the Sabbath. Og þeir settu mig á hvíldardaginn þrátt fyrir allt. Divine worship hour. Akkur þegar ég ætlaði að fara í kirkju. And I told my director, I'm not going. Og þá sagði ég við yfirmann minn, ég er ekkert að fara þarna. And she says, you have to go. Og hann sagði, þú verður að fara. It's only once. Þetta er bara þetta And skipti it's only for 1 hour. og þetta er bara í klukkutíma. Come on. Látt ekki svona. Your God is not going to be mad at you. Guð verður ekkert reiður út í þig. It's just 1 hour. Þetta var 1 klukkutími. Once. Do it for me. Eitt skipti gerði þetta fyrir mig. And I looked at my boss Og ég horfði á hann, and I say, no can do. því miður. And she tried to threaten me. Hún reyndi að hóta mér. I told my boss, please, don't go there. Og ég sagði ekki fara þessa leið. Do not go there. Because the answer is clear. Svarið er mjög skýrt. I am not going. Ég er ekki að fara. Finally, she says, well, how do we deal with this? Og hún sagði, hvernig eigum við þá að laga þetta? I wrote the organizer of the meeting from Harvard University, Ég skrifaði þeim sem voru að skipuleggja þetta. explaining to them that from the very beginning, I have asked that I not be put on speaking slot for Að this ég, time. ég hafði bara beðið sérstaklega það að ég er ekki settur á þessum þennan tíma. Because I am a Seventh-day Adventist who believe in the Bible Því ég er 7. dags aðventisti og ég trúa Biblíuna. and the sanctity of the Sabbath day. Og helgi hvíldadagsins. I cannot come. Ég kemst við miður ekki. No apologies be given. Ég þarf ekkert að afsaka mig fyrir He það. says, I cannot be there. Ég get ekki verið þarna. It violates my conscience. Og þetta fer gegn minni samvisku. What did they do? They sent a new program to everyone. Og þá var prógram sendt á alla. Nýtt prógram. And finally, the meeting came. Og svo loksins kom þessi sem var að stjórna fundinum. And people asked me, who are you? Og fólk spurði, hver ert þú eiginlega? And I said, what do you mean? Hvað meinar það ég? This has never happened before. Þetta hefur aldrei gerst áður. That they have to change the schedule to accommodate you. Og þeir þurfa að breyta dagskránni fyrir þig. All I said is, I am nobody.
Það var eina sem ég sagði, ég er engin sérstakur. But everyone thought I was somebody. En allir held að ég var eitthvað merkilegur. Friends, Kæru vinir, my point is this. það sem ég er að reyna að segja, God will stand with you. Guð mun standa með þér. Do what he says. Gerðu það sem hann segir. Not because you fear him, Ekki að þú ert hrædd eða hræddur við hann, but because you love him. heldur að því að þú elskar hann. We're going to ask our ushers to distribute this quickly. And we'll do it within 2 minutes. Biðja dyraverðina að And then we will pray. bera út þessa miða til ykkar og svo ætlum við It's að a biðja. decision card. Þetta er Decision ákvörðun, for Christ. þetta er ákvörðunarkort. And the reason we do this is that we may know the challenges that you could be having with Sabbath. Og ástæðan fyrir því að við séum að dreifa þessu er því við viljum vita We could bring this in prayer. hversu miklar áskorunir eru fyrir There are ykkur. 4 options here. Hérna eru við með 4 valmöguleika. One is English on side, and the other side is Icelandic. Íslenska öðru megin, enska hinu megin. Pastor Torres did the work of translating it. Og Torres prestur, hann þýddi þetta fyrir okkur. And notice what the first one is. Og hvað stendur hann fyrst? If you've been hearing the word of God speak to you, Ef að þið hafið heyrt orð Guðs tala til ykkar and you desire to keep the Sabbath Og that þið á- Jesus kept, og þið ákveða að halda hvíldardaginn heilagan eins og Jesús gerði, put a tick on that number, þá skulið þið merkja við það, númer 1, if that is you. ef að það á við þig. Second, I would like to be baptized as Jesus was baptized. Númer 2, ég vil skýrast eins og Jesús skýrðist. If that is you, put a tick on that one. Ef að það er þú, þá skaldu merkja við það. Maybe you wandered away Og kannski hefur þú fjarlægst Krist. from Christ. And throughout this meeting, you've been hearing the voice of God calling you back to come home. Og fyrir þessa fyrirlestra þá hefur þú fundið fyrir rödd Guðs að kalla þig heim. And it is your desire to come back to Christ. Og ef það er þín löngun að koma aftur til You Krist, can put a tick on that one too, þá getur þú merkt þar við if líka. that is you. Ef að það á við Last þig. but not least, Númer 4, you need prayer, þú þarfnast bænar. whatever that may be in your Alveg sama experience. hvað það If er. you need prayer, Ef please stick that one. þú þarfnast bænar, þá máttu And merkja þær. we will personally take that prayer to the Lord this evening. Og við munum þá biðja fyrir því Not only núna. here, but when we get to our place of abode. Ekki bara hér, heldur líka þegar við erum Please farin do hér. not forget to put your name Ekki gleyma að skrifa nafnið and your ykkar, address heimilisfang and the contact details, og annað til þess because we að want to be able to help you in the decisions that you make for Christ. því tonight. við erum tilbúin til að hjálpa þér að taka þessar ákvarðanir. Our ushers will take them once you've completed it, Svo þegar búið að merkja við, þá koma dyraverðinir og taka við and miðan. then we will commit it to the Lord in prayer. Og þá munum við leggja þetta fram fyrir drottin í bæn. This is your decisions for Jesus, Þetta er ákvarðan þín fyrir Kristi. and it's sacred before His sight, Og þetta er heilagt frammi fyrir hans ásjónum. because He longs to be with you. Af því að hann þráir að vera með þér. He longs to have that close relationship with you. Hann þráir að eiga náið samfélag við þig. Do not forget to put your name and your contacts and your address. Ekki gleyma að skrifa nafnið þitt og hinnar upplýsingarnar. And these details will be kept within us. Og við munum ekki láta þetta fara For eitthvað one annað. purpose, and that is to contact you Og þetta er bara til sem við getum verið í and samskiptum to við þig. help you with that decision. Og hjálpa þér með ákvörðununa. If that is all, would you bring it here so we will close this in prayer? Getur þið komið með þessa have it? miða? Eru þið með alla miðana? Do you have those cards that are filled? Not yet? Okay, I'm sorry. I invite you to stand with me Má as we present bjóða ykkur að standa á these fætur. cards and our prayers to Jesus. Mighty God and everlasting Father, Kæri faðir, thank you again
Við þökkum þér aftur for the time we're able to spend together in your word. fyrir þennan tíma sem við höfum haft hér í þínu orði. Thank you for speaking to us. Takk fyrir að tala til okkar. Thank you for the Sabbath. Takka þér fyrir hvíldardaginn. Thank you that on this day Ég þakka þér fyrir að á þessum we degi can have that special fellowship with you. þá getum við haft þetta sérstaka samfélag með From þér. sundown this Friday evening Frá hvíldardegi núna to sundown tomorrow evening. til sunnudags eftirmiddegi. Thank you, oh Father, Takka þér, Faðir, for the decisions your children have made for you this evening. fyrir þær ákvarðanir sem börni þín hafa tekið May núna. whatever has been written on this piece of paper Megi allt það sem hefur verið ritað á þessa miða be recorded in the book of heaven. vera skráð á himnum í bókina þar. We offer you every fiber of our being, Við gefum okkur algjörlega þér and we offer you our prayers. og við bjóðum þér bænir okkar. Keep your children close to you. Vilt þú halda börnum þínu nálægt Bring them þér? back here tomorrow Viltu leiða þau hingað á morgun for that worship and fellowship, fyrir tilbeiðsluna not only with you, og samfélagið, but fellowship with one another. ekki bara við þig, heldur líka And okkur we og thank you þig. again, you've heard our prayers, Við þökkum þér aftur fyrir að heyra bænir okkar. because we ask it in Jesus. Við byggjum í Jesú nafni. Amen. Amen.